Gott fólk, einu sinni gamla dag var til sketsj sem hét Hættur á heimilum. Ég ætla að fara aðeins og ræða það sem gerist á heimilum fólks, sums staðar allavega, og til mín eru komin þau Agnes Björk Blöndal og Árni Friðriksson til þess að ræða ýmislegt sem gerist á heimilum fólks en við erum alls ekki á sömu slóðum samt sem betur fyrir. Það er alveg þannig. Verið hjartanlega velkomin og takk fyrir að koma. Takk fyrir. Agnes. Já. Nú veit ég að það að ljúka á morgun held ég, 10. desember. 10. desember, já. 16 daga átaki gegn kynbundnu ofbeldi sem á sér langa sögu. Þetta er orðið yfir 30 ára gamalt framtak sem ég held að Sondar og svo optimistar hafi komið þess á koppinu. Jú, það er rétt og eins og segir, þetta átak á sér langa sögu og þetta er mjög mikilvægt átak til þess að vekja athygli á þessu kynbundna ofbeldi. Ég kem hérna fyrir hönd Bjarmahlíðar þar sem ég teki á móti þolendum ofbeldis og í raun og veru hvaða ofbeldi sem er og meðal annars heimilisofbeldis. Og ef við horfum á tölur Bjarmahlíðar, bara að svona tölur fyrir þetta ár, þá eru 92% þeirra sem hafa leitað til Bjarmahlíðar á þessu ári konur. Já. Og 88% gerenda eru karlmenn. Þannig að þetta er svolítið sláandi tölur. Þetta er dálítið einsleitt mynd. Já, og eins og ég segi, þarna erum við að horfa á tölur Bjarmahlíðar. Og þetta átak, það í raun og veru vekur athygli á mikilvægi þess að samfélagi í raun og veru komið saman. Já. Og viðurkenni það að heimilisofbeldi eða kynbundið ofbeldi, þetta er ekkert einkamál heimilana eða þeirra sem verða fyrir. Nei. Þetta er bara samfélagslegt mein. Já. Og við verðum í raun og veru öll að taka saman höndum ef við ætlum að uppræta þetta kynbundna ofbeldi. Já, ég meina við þurfum öll að halda vök okkar. Ég meina þetta snýst, eins og þú segir, þetta snýst ekki það að þú veist að bara vegna þess að það hafi alltaf verið svona, að þá bara sé þetta svona. Þetta snýst mennskuna en ekki, þú veist, rétt einhvers til þess að halda einhverju innan 4 veggja heimilis, það er bara galið. Algjörlega. Og lögreglan hún tók upp sem sagt svona nýtt verklag í heimilisofbeldismálum fyrir nokkrum árum síðan. Já. Og það hefur leitt til þess að tilkynningum til lögreglu hefur til þess fjölgað mjög mikið. Já. Og við getum í raun og veru ekki dregið þá ályktun af þessum tölum að ofbeldi sé að aukast, heldur að tilkynningunum þeim að fjölga. Já. Og það er vel, af því að við viljum geta gripið inn í og unnið í þessu máli. Þeir eru nú geta ungt fólk sem þau fallið aðeins á milli, 16-18 leita til ykkar. Jú, það er bara gaman að segja frá því. Já. Að við erum búin að útvíkka þjónustu Bjarmahlíðar þannig að hún taki til ungmenna frá 16 ára aldri. Já. Áður var alltaf miðað bara við 18 ára. Þetta er bara frábært og bara fræðsla er lykilatriði. Og talandi um fræðslu, þá þú ert nú aldrei komin til þess að fræða okkur það hvað við eigum að gera og hvað við eigum ekki að gera á aðventunni. Það er að segja þegar kemur að rafmagni og kertum og alls konar. Já, svona rifja upp hvað hvað er bara varast og hvaða hluti þarf að hafa í huga. Já, akkurat. Og það er nú bara með ágætis dæmi fyrir framan okkur hvað svona hluti sem við þurfum að varast eða fara varlega í kringum. Já. Svona aðventukransar. Við myndum nú telja þennan vera þokkalega öruggan. Já, hann er nú alveg svona í nokkuð góðum hættuflokki. Nokkuð góðum, hvað? Viltu bara setja kertin í sand? Já, þú verður með tekerti, svona, þú veist, lítil. Flott, já. Já, þau eru náttúrulega, þú veist, maður getur talað örugari. Já. Heldur en svona, en svo er fólk sumt að setja alls konar skreytingar á þetta og hitt og þetta og það þarf ekki mikið að gerast til þess að komi einhver glóð í það er alveg rétt. Í svoleiðis. Það getur alveg verið varasamt, sko. En ég held að fólk sé nú svona flest með þetta nokkuð gáfulegt og þá einmitt kemur að svona eldvörnum á heimilinu. Þá skiptir máli að vera með þær á hreinu, vera með reykskynjara heima hjá sér, vera með slökkvitæki, vera með eldarnateppi í eldhúsinu. Vita hvað hlutirnir eru, hafa þá sýnilega, hafa þá virka. Talandi það mitt, þið voruð nú fræða 8 ára gamla dóttur mína og hún var að lesa verkefni og ég fékk
fallegt augnar á þegar hún sagði og eldvarnarteppið sýnilegt? Það fekk ég þetta hérna. Þannig að hún veit hvað eldvarnarteppið og það er ekki sýnilegt. Ég held að ansi mörgum heimilum sé það jafnvel sko falið inn í ruslaskáp á bakvið eitthvað. Ég er hættulega nálægt þessu. En þetta í mörgum tilfellum þetta ekki nefnilega fallegasti hluturinn. En þetta oft þetta sá hlutur sem að getur bjargað hvað mestu. Já. Og nú búin að fara í heilmikið átak líka með Ingvari og fleirum varandi eitthvað öryggisátak með að þú veist að gera einmitt þessa hluti sexy í jólagjöf. Minnir mig fyrir ári síðan eða hvað þess. Mér minnir að hafi séð svoleiðis auglýsingar. Já, þetta er ekki alveg kannski fallegustu hlutirnir alltaf. Nei. En svo hafa einhverju verið að selja eins og slökkvitæki sem eru kannski bara hvít eða svört eða einhver einum lit og svona eiga að vera rosa falleg. Þá spyr maður sig, eru þú veist almennilega merkingar á þeim? Af því að það má ekki nota öll slökkvitæki á alls konar, kannski elda. Þú veist ekki endilega að fara með vatn á rafmagn, til dæmis. Nei. Þannig að það eru svona ýmsir hlutir sem að þarf að hafa í huga með þetta. Já, rétt. Ég hafði ekki pælt í því. Þannig að þetta getur verið smá flókið mál. Sko. Já, og svo náttúrulega staðsetningin á reykskinnurunum. Já. Og svo framvegis. Það er náttúrulega bara eins og við tölum sérstaklega reykskinnarana, því að það var núna fyrir 1. desember, dagur reykskinnarans og það er alltaf svona landsátak að fá fólk til þess að lágmarki yfirfara reykskinnarana og skiptum rafhlöður, þar sem þarf að skipta rafhlöður. Og eins með reykskinnarana, það þarf að hafa, þetta eru svona eiginlega 3 hluti sem maður þarf að hafa í huga með þá. Þið þurfa fyrstulega að vera til staðar. Það er svona grundvallaratriði. Þau þurfa að vera virkir og þurfa að vera rétt staðsettir. Já. Það gerir rosa lítið gagn reykskinnari sem er bara, segjum bara hérna upp í horninu, að það myndi upp í lofti, það myndi gera rosa lítið gagn því að reykurinn vill ekki vera þar. Nei, þá er reykurinn náttúrulega farin að sneisa fyrir herbergi að þegar hann loksins kemur að skynjarnum. Við viljum hafa hann þar sem að nemi reykinn sem allra fyrst. Já. Þannig að við viljum hafa hann lágmarki 60 cm frá vegg og við viljum hafa hann tiltölulega nálægt hestapunkti af því að þar vill reykurinn komast. Og svo viljum við hafa reykskinnara helst í hverju einasta herbergi. Það er best. Af því við erum með raftæki alls konar. Það náttúrulega gengur allt fyrir rafhlöðum í dag á rafmagni og það þarf náttúrulega að hlaða, hvort sem það séu símar, úr, fartölvur, bara hvers konar. Þetta er allt frá bara heyrnartækjum yfir í bíla. Akkurat. Þetta er stórt og breitt róf. Já, þannig að þá þurfa í rauninni að vera reykskynjarar í öllum herbergjum til þess að taka á þessu. Þegar þú getur fyllt eitt herbergi af reyk og það kemur ekkert, ef að loka þinn í herbergi þá kemur lítið sem ekkert fram. En sko, í eina tíð voru seríurnar þannig að maður var alltaf, þú veist, það var ömulega verkefni fyrir jólin, það var að aðtóa hvort að perurnar virkuðu og maður fekk svona aðeins stuð. Þú veist, þetta hefur skánað. Það eru ekki eins hættulegur að það voru það. Nei, þær eru töluvert betri í dag með tilkomu LED-perana. Að þær hitna ekki að mikið, þær taka minna rafmagn. Þá kannski freistast fólk til þess að setja 3, 4, 5 fleiri seríur á fjöltengi. Sem er kannski að vissu leyti ekkert gáfulegt. En þær eru öruggari, það taka minna rafmagn, það er minni hætta á að oflaða á innstúkurnar. Þannig að, og minni hætta einmitt á seríunum sem fara á jólatrið. Já, einmitt. Þannig að þær hitna minna að öllu leyti og almennt sé bara minni eldhætta af þeim. Já, þannig að okkar skilaboð til fólks er bara förum varlega. Við erum almennileg við fólk. Þess að nú er að koma stærsta hátíðin, hátíð barnanna og við viljum að allir geti notið hennar sem því miður er ekki alltaf raunin. Já, þetta eru bara góð skilaboð. Er það ekki bara? Jú, ég held að. Hjartans þakki fyrir komuna og með góðum óskum það að þessar óskir okkar rætist. Já, takk. Takk fyrir. Og það held ég nú. Við gefum þessu smástund og sjáumstu aftur.